Gylfi, jafntefli niðurstaðan, ekki mikill sambandbolti í dag? Nei, þetta var svo sannarlega ekki sambandbolti og þú skilur ekki komið fyrst að leiðilega það loksins þegar þú gerir ferðina til Njarðvíkur þá færði ekki að sjá hann sko. Það bara ég vil bara skulda afsökunarbeiðni sko. Þetta var hundleiðilegt og alveg ógeðslega leiðilegur leikur fannst mér. Ég efast ekki að þú sér sammála því. Já, þetta var ekki sambandbolti. Það er skemmtilegt hugtak hvað það er. Kannski fyrir hálfleikurinn sérstaklega ekki mikið fyrir augað. Ég að þú hefur komið hann út í seinni hálfleik og gefið áhorfendum loforð og lofað sambandbolta. Já, ég gerði það nú, reyndar. Ég held nú reyndar að þegar ég talaði við yfirmann knattspyrnumála í Njarðvík þá held ég að ég var að segja það í trúnaði. En hann hefur greinilega lekið í fjölmiðla menn. Já, ég meina við vorum bara ósátt með fyrri hálfleikinn, þú veist, þetta var ekki það sem við viljum standa fyrir og jú, þó leikurinn sé 0-0 og í jafnvægi og okkar svona, þetta er bara leiðilegt og við erum ekki að pæla í úrslitum og okkar svoleiðis og þú veist, ég vil frekar spila skemmtilegri fótbolta og tapa heldur en að spila leiki eins og við gerðum þetta í fyrri hálfleik og þú veist, þó við myndum vinna þennan leik, þú veist, bara skiptir engum máli, þú veist, við fáum ekkert út við að spila svona, við bætum okkur ekkert í fótbolta að spila svona, þetta er bara ekki gaman að spila svona, okkur finnst ekki gaman að spila svona fótbolta, ég veit ekki af hverju við gerum það. Fannst við bara í fyrri hálfleik bara, þú veist, eiginlega bara léleg ákvörðun að taka sko. Við vorum að koma samt sem áður í góðar stöður, tókum bara skelfilegar ákvarðanir á síðasta þriðjungi en við hefðum átt að geta komið okkur í miklu fleiri mjög góðar stöður ef við hefðum bara spilað betur og bara ég skil ekki af hverju við vorum svona ólíka sjálfum okkur sko. Mér fannst við betri í byrjun seinni hálfleik, mér fannst við koma í seinni hálfleikinn betri, kröftugri og skorum og eigum náttúrulega að skora annað mark bara mínútu seinna og eða hvað það var og mér fannst við skapa okkur fleiri færi heldur en Víkingur í minningunni þó að þetta hafi verið kannski opnari leikur í seinni en bara já, heilt yfir þá bara ég ekki ánægður með leikinn í dag sko. Hefur ekki verið ánægður jafnvel þótt ef þið náðu að kreista áfram sigur? Þá hefði ég verið ánægður með úrslitin sem er svona kannski 19. mikilvægasti faktorinn fyrir mér í þessu þannig að þú veist, ég vil bara að við spilum betur, ég vil bara að við gerum þetta betur og ef við hefum unnið hann leik þá væri ég sáttur með úrslitin en ósáttur með frammistöðuna en í staðinn ég bara ósáttur með bæði. Hvenær fara úrslitin að skipta máli? Mér finnst að það fer eftir hvernig verkefni maður er í. Ég ætla að tala bara fyrir okkar verkefni núna. Það er langt í það, held ég sko. Ég held að það sé bara mörg ár í það. Það fer alveg eftir bara, þú veist, við erum þetta bara að byggja upp ennþá. Við erum náttúrulega ungt félag og allt það. Ég myndi segja kannski eftir svona 3 til 5 ár ef að þessi kjarni helst, þá finnst mér það svona eðlilegt að verða úrslitamiðari. Þá finnst mér ef þú heldur sama kjarna, þá finnst mér alveg í svona vegferðum að þú getur gert kröfu á það að það endi með góðum úrslitum og svo bara alls konar skiljum, ef að frammistaðan er nógu góð þá náttúrulega fylgja úrslitin, þú veist, við viljum ekki spila ótrúlega vel og fara svo bara að skora 10 sjálfsmörk og tapa, þetta reynum við að vinna en við viljum vinna af því við vorum svo ótrúlega góðar í leiknum, við viljum ekki vinna af því að við bara, þú veist, skoruðum eitthvað dundurum honum inn einu sinni og vorum svo bara að gefa honum hitlið alltaf, sko, þú veist, við viljum ekki vinna þannig og ég held bara ef að þú nærð að spila ótrúlega vel eins og við höfum alveg oft sýnt þá myndu hvað sem er líka að fá fleiri úrslit þannig að þetta er bara hvað er alltaf að byrja og enda ég held, það er engin í Grindavík eitthvað móti að vinna leiki sko. Við erum alveg til í að vinna leiki og við höfum alveg fengið að smakka þeirri tilfinningu hún er góð. Svona bara þið persónulega mættir hérna hækjum bottlangakast í gærkvöldi kom það einhvern tímann til greina bara að vera heima á sér í kvöld? Já, þetta var meiri dagarnir búin að vera núna. Ég fekk eitthvað kast þarna í fyrradag og var eitthvað 8 klukkutíma upp á bráðamóttakvöldi. Komst í aðgerð í gær sem betur fer gærkvöldi þannig að ég svona, þú veist, ég veit það ekki, ég náði að kreista grænt ljós út úr einum lækninum þarna og það kom eiginlega ekki til greina að missa á þessum leik sko. En svo sem ekkert að vera eitthvað að fara að krifja hvernig þessi upplifun var upp á spítala sko. Ég var öllum drullu með það. Ég hefði kannski bara betur sleppt í með hvernig þessi leikur var sko. Þú veist, þetta var bara, ég veit það ekki, nei, þú veist, bara já, ég er líka bara ennþá lyfjaður og ennþá nýsvæfður sko, þannig að ég veit ekki hvað er að segja sko. Það er bara, kannski
takk ég ekki mark á þessu viðtali. Gott að komast undir sæng í kvöld. Já, það verði ekki bara fótboltastellingin í kvöld og jafnvel bara refur og Netflix og eitthvað sko. Ég held að ég verði bara í kósí í dag sko og bara leifi með það en svo endar það núlega væntanlega á því að maður fara að horfa á hana leik og greina hann og undirbúa fyrir fund á morgun. Því að svo tekum við frí, þannig að þetta er alveg fín tímasetning til að fá þetta en nú erum við að fara í frí og 16 dagar í næsta leik þannig að ég mæti tvíeldur tilbaka. Takk fyrir Gylfi, gangi vel í batanum.